Jæja Eldgrímur, hver fyrstu viðbrögð eftir leik? Bara svona blendin. Ég er virkilega ánægður fyrir hönd Jonathan Rasheed að fá að spila sér fyrsta leik. Gríðarlega erfitt að koma í nýtt land og slíta hásinn eftir 3 æfingar. Hann kemur tilbaka og er ekki orðinn 100% en hann fekk að spila í dag. Virkilega ánægður fyrir hans hönd. Svo er ég ánægður með seinni hálfleikinn. Mér fannst betra hugafar þar. Við skorum, ég hefði viljað skora meira. Svo er líka ánægður með Valdimar sem kemur inn á og spilar 90 mínútur nú á miðvikudaginn og spilar svo aftur í dag 50-60 mínútur. Þannig að mér finnst það jákvætt. En ég var ekki ánægður með hugafærið í fyrri hálfleik hjá ansi mörgum leikmönnum. Mér finnst svona að sjást núna að það væri ekki jafn mikið undir og hefur verið. Ég var óánægður með það. Mér líður bara þannig þegar við erum og erum með alvöru hugafar, þá erum við staðin í dag topp 4 í deildinni. En þegar við erum það ekki, þá getum við tapað fyrir hvaða lið sem er. Nú að mæta liðum sem hafa mikið að spila fyrir og þannig að já, ég finnst það svona, hefði mátt að gera það betur en ég er ánægður að koma tilbaka eftir á lent undir. Er einhver möguleiki að Rasheed verði aftur í KA á næsta tímabili? Já, það er alveg möguleiki á því. Hann er með 1 ári viðbót, við erum bara eftir að setjast niður og ræða við hann, en við þurfum að sjá hana eins og ég veit að markið var smá klöfulegt í dag en það er eðlilegt þegar við erum búin að lengi í burtu og gera nú einn mistök en annars var hann mjög flottur, mikið talandi, kom vel út og segir bara ótrúlega ánægður fyrir hans hönd. Viðar er ekki í hóp í dag, hver er ástæðan fyrir því? Nei, hann bara er ekki í hóp í dag og eins og segi, við munum leyfa núna aðeins yngri strákum að koma inn í hóp og Viðar fellur ekki þá kategóru að vera ungur og hann er undir samning þannig að við ákveðum bara á 19 hópsdag. Þú hefur aðeins verið orðað við Val. Hvað finnst þér það að verður þú áfram með KA á næsta tímabili? Ég er í samningar við KA og er ekki í neinum samningarum við Val, þannig að ég er ekkert að spá í því. Mér líður vel í KA og við höfum gert vel undanfarin ár og þú veist, ég er ennþá með metnað fyrir að gera eitthvað. Það verður svolítið breytingum í KA núna. Ég hef mikinn áhuga að taka þátt í því og ég reikna með að ég verði þjálfari KA á næsta ári. Svo næsti leikur gegn IA heima. Hvernig ætlar að undirbúa okkur fyrir þann leik? Já, eins og ég sagði áðan, það er mitt hlutverk núna og okkar í kringum liðið, það er að fá mig til að mæta með alvöru viðhorf í leikinn. IA er búið að vera á miklu flugi og já, var ótrúlega vel gert hjá þeim sem þjálfa IA. Lárus Orri og hans teymi, það var rifið liðið vel upp og bara já, ótrúlega vel gert hjá honum. Þeir munu svo sannarlega koma með alvöru attitút hérna, þannig að við þurfum að mæta því. Við tökum núna 3 æfingar og gefum svo 4 daga frí og svo reynum við að hafa svona léttir yfir æfingum, aðeins minna álag á æfingunum og fá menn fríska og með alvöru hugafar er það sem við ætlum að koma með á móti Skaga. Takk fyrir þetta. Takk fyrir.